Jói, blessaður, velkomin í. Takk fyrir það. Ef ekki bara tala þetta tæpitungulaust, taka 3. Velkomin í þetta Sipparspjall. Takk fyrir það. Herðu, fyrst sagan á göttinu, eitthvað kannast svona í byrjun, hvað er þetta? Já, kaninn okkar er farinn, eða kaninn sem við fengum uppálega. Við sæðum kana snemma í sumar, bara fengum þann leikmann sem vorum að leitast eftir og fórum að ég hélt í svona öryggi, það er leikmann sem búinn að vera einn áður og bæði búinn að þekkja aðstæður og veit hvað hann var að fara í. En hún var búinn að vera einn í 10 daga þegar það kemur upp staða að hún fær tilboð annar staða frá og í kjölfarið það bara sömdu umboðsmaðurinn og stjórnin okkar eitthvað lausnagjald og þannig að við erum bara á 0 punkti og byrja aftur að leita. Og þú ert væntanlega að byrja að svona þreifa fyrir þér? Já, bara leið og þessar fréttir komu og það bara tekur tíma að finna rétta leikmanninn og það þjálfarnir þekkja það, þetta er skemmtileg vinna. Já, og sem betur hefur nú smá tíma, mótið er ekki að byrja á morgun svo sem, en auðvitað viltu náttúrulega ganga frá þessu væntanlega sem fyrst. Já, klárlega. En í leiðinni að velja réttu manneskjuna líka. Jú, maður þarf að reyna að velja vel og já, þú veist, tíminn, auðvitað var alltaf best að vera með, eins og við settum þetta upp, fá kannan í byrjun september og verðum búin að æfa með okkur í mánuð þegar fyrsti leikur í móti er, en það gekk ekki upp núna bara út af þessum aðstæðum, þannig að við bara vinnum með það sem við fáum. Það er bara að taka á því. Já. Og menna, verður kaninn, verður einn útlendingur hjá þér í vetur eða hvernig serðu það fyrir þér? Við byrjum allavega með kana og svo tökum við stöðun á því. Taka bara að sjá hvernig þetta spilast. Já. Hvaða aðra breytingar eru, nú kemur við liðið upp úr fyrstu deild fyrra, væntanlega dálítil breyting að koma í Dominos. Algjörlega. Verða mikla breytingar? Á hópnum þá náttúrulega verðum við með kana, við vorum ekki með kana í fyrra nema bara rétt síðasta mánuðinn, þannig að við verðum með kana allt tímabilið, bara eins og öll liðið náttúrulega. Fáum Bríett inn í það sem er náttúrulega mjög sterkt og síðan hafa bara stelpur sem hafa verið í burtu, grindvískar stelpur, annarkvort hætt eða komið upp úr yngreflokkunum sem er inn í hópinn. Þannig að hópurinn hefur svona aðeins mótast en kjarninn af lykilmönnum er svo sami, plús náttúrulega Bríett. Já, og engin farin síðan í fyrra? Ekki að þeim sem að enduðu tímabili, það voru mikla breytingar á tímabilinu í fyrra, það voru 5 sem að heltist úr lestinni. Þannig að þær eru ekki núna, þannig að við bara erum búin að fá upp í æfingahópinn. Þannig að við erum með 15 manna æfingahóp og líka 4 á æfingu. Ok, og hvernig svona leggst veturinn í þið? Hvernig sérðu ykkur fyrir þér í þessari baráttu? Sko, ég veit það ekki ennþá. Við höfum ekki ennþá tekið leik við alvöru úrstelda lið með útlendingum og svona, þannig að við rennum svolítið blind í sjóinn. Við erum með ungar stelpur sem eru búin að sanna sig í yngri flokkum, búin að sanna sig í yngri landsliðum, búin að sanna sig í fyrstdeildinni, en margar hverjar eiga eftir að sanna sig í úrvalsdeild. Þannig að það er svolítið spurningin, hvar við stöndum þegar við komum í úrvalsdeildina, hversu fljótt við náum að þroskast. Við erum alltaf með Ingibjörgu, Bríett og Hrund sem hafa spilað í úrvalsdeild, Ólöf Sigrún eitthvað aðeins líka, en meiri hlutin á svona eftir að sanna sig í deildinni, þó við séum með 2 reynslubolta og svo útlending, þá er hinar svona eftir að sanna sig og það er bara spennandi. Og engir æfingaleikir á móti úrvalsdeildarliðum ennþá, ef ég man rétt, ég heiti Jonna og mándaginn, það sé ekki bara leikur í hvaða kvöld? Leikur í kvöld. Já, fyrsti leikur með svona dómurum og það er væntanlega með kannan, ég þekki það ekki alveg. Við spilum við Hauka daginn en það var meira svona æfingarstemming og okkur vantaði mikið að leikmönnum. Þannig að næstu dagar svona fara svolítið í að sjá bara hvar við stöndum og... En væntanlega mun líka breyta máli, ég meina kaninn er alltaf mjög, þannig sé mikilvægur í þessum kvennabolta, tekur mikið til svona annað, þannig að við erum ekki með kanni í þessum leikjum, við væntanlega ekki gefa þér þannig sé neina mynd. Við gefum mér einhverja mynd, okkur öllum. En svo náttúrulega sjáum við þetta þegar að kanni komin inn í og spilum kringum það, hvar svona nákvæmlega við stöndum og við gerum okkur alla grein fyrir því að við erum nýliðar og við höfum eftir að sanna okkur bæði þjálfarinn, rúkki í þessu og margir leikmenni, þannig að við gerum okkur alveg grein fyrir stöðunum sem við erum í og erum tilbúin að
takast á hann. Já, þannig að engin svona markmið kannski og raunhæft að vera búa sér til einhver markmið núna þegar þú veist raun ekkert hvað þú ert að fara út í. Það er fundur á morgun, þar sem við ætlum bara að fara yfir þetta og ræða málun nákvæmlega hvað við ætlum að gera. Okay. En náttúrulega erfitt að setja fingur á það þegar þú veist ekki hvað þú stendur gagnvart hinum. Nei, þú ert ekki komið útlendingi. Já, en það er samt hægt að hafa gildi og vinna út frá þeim. Já. Hvaða lið verða sterkust í vetur heldur? Þetta stefnir í Val og KR. Það er bara þannig? Mér sýnist það. Bara mjög sterkir leikmannahópar. Keflavík náttúrulega með mikinn stóran kjarna af íslensku leikmönnum. Svo náttúrulega bara veit maður ekki með Borgarnes og Snæfell hvað útlendinga þeir fá, hversu marga og allt það. Haukarnir eru flottir, spila með æfingarleik við og með mikið af góðum íslensku stelpum sem hafa verið lengi saman og verið að bæta við sig, þannig að þetta er sterk deild. Breiðablik náttúrulega flottir líka, þannig að þetta bara en KR og Valur svona fyrirfram myndirðu virka sterkust á pappír. Og þið eigið hvaða leik? Það er Valur í fyrsta leik. Valur í fyrsta leik. Bara eldskýrt bara strax. Bara dembum okkur út í þetta. Tempum okkur út í djúpu launa frægu. Hvaða bolta myndu reyna að láta liðið spila í vetur? Þú veist, verður þetta svipar áslur í fyrra eða? Við erum að vinna út frá svipuðum pælingum og í fyrra, en með smá lagfæringum og breytingum. Þær eru ungar, þær eru ferskar, þannig að þetta gefur svolítið auga leið að það verður smá læti í okkur. Þetta er að hlaupa. Spila hratt og orku í vörn, þannig að það vil ekki upp með það. Ertu með einhver skilaboð til áhorfenda, grindvískra áhorfenda? Mér persónulega finnst þetta bara spennandi, bara mikið af uppöldum stelpum og hægt að telja sem Bríet næstu sem heimakonu, búin að búa hérna í 3 ár, tengingar inn í Grindavík, þannig að í rauninni Kani og svo er þetta bara stelpur sem búa í Grindavík sem hafa verið hérna að alast upp. Allavega körfuboltalega, þá var ég að tala um Sigrún Elvu sem kom þegar hún var í 10. bekk, búin að vera hérna hjá okkur núna eitthvað 5 ári vantarlega það. Þannig að og menn auðvitað er það bara þannig og þú ættir að þekka það sjálfur um leið þú ert komin hingað í bæinn þá ertu bara komið gult blóð í æðar nánast á 0-1 þegar ekki? Jú. Þannig að allavega ef þú kemur á leiki þá þekkirðu leikmennina. Þú veist hverju þetta eru stelpur sem hafa bara verið að rölda hérna götur. Það skiptir gríðarlegu máli. Ég myndi halda að það myndi skipta máli fyrir almenna grindvíkingu að koma á leiki. Algjörlega. Þannig að það er eitthvað tenging og ég ætla að vona að þessi tenging svona kveiki eitthvað áhuga, kveiki eitthvað neista svona, þannig að það komi meðbyr með það því að við erum nýlegar, við þurfum á bara öllu jákvæðu að halda. Og er ekki einfaldlega miklu skemmtilegra að fara að þjálfa í vetur í dómur og svona athygli er mikil í, ég meina stöðusport er að sinna þessu gífurlega vel. Er þetta ekki mjög spennandi fyrir þig að fara að þjálfa undir þessum flóðljósum? Jú, og bara fyrir þessar stelpur, þannig núna er það komnar á, það fengur svona aðeins að þroska síðustu 2 ár í fyrstu deildinni. Núna er bara komið að svolítið stóru prófi. Ég er búinn að segja það mjög oft að þetta er munur og ég vona að það séu svona að meðtaka það. Og Ingibjörg er dugleg með mér líka að benda þeim á að það er stökk upp deild. Við gerum okkur grein fyrir því og við erum að reyna að dæla þessari vitneskju í þær að það er mikill munur á deildum, gerum okkur grein fyrir því og við þurfum að taka hröðum framförum þegar við erum að koma með stelpur sem hafa ekki verið að spila í úrvalsdeild áður. Að þá þurfum að læra hratt og leggja á okkur. Já, og þær eru náttúrulega ungar en þær eru árinu eldri og þegar þú ert ungur þá væntanlega munar hvert ár svona þegar þú ert svona að þroskast og dafna það ekki. Algjörlega og já, bara það er talent í mörgum hverjum og ég efast ekki körfubolta hæfileika þeirra eða neitt það heldur miklu frekar hversu mikið það eru tilbúinir að taka
stökkið. Leggja á sig að það bara erfiðara að fá boltan, það erfiðara að halda mannum sér fram að sig, þetta bara allt, þú spila á móti betri leikmönnum í öllum stöðum, þannig að þú verður heldur betur að vera á tánum til þess að takast á við þá áskorun sem líka bara skemmtileg, sko. Þannig verður þú betri og ég tel að það sé rétt skref fyrir þessar stelpur að verða betri leikmenn að vera í úrvalsdeild núna og bara áfram. Já, og ég get ekki betur sé á þér en þú mættir bara boru brattur til leiks. Já, klart. Glasið bara hálffullt eða ekki? Annarkvort það bara hálffullt eða tómt eða ekki. Þetta er bara hálft glas. Það ekki verið tími að rökra hvort það sé hálffullt eða hálftómt. Flott, takk fyrir.